Þátturinn unnin í samstarfi við Budweiser Budvar, stolt tékknesku þjóðarinnar í 125 ár. Hlusta.is, hljóðbókasafnið þitt, alltaf við höndina. Komið sæl og verið velkomin í Vegabréfið, þáttinn þar sem við sláum á ferðaþrána, eða ýfum hana upp með gömlum og góðum ferðasögum. Og ég reyndar hræddur að ferðaþráin blossi verulega upp hjá okkur eftir að þið hafið hitt viðmælanda dagsins, því það kona sem hefur gert ferðalög að forgangsatriði í lífi sínu og við ætlum meðal annars að fara með henni í vespuferðum Víetnam og alla leið til Kenia og Gíraffa-hótel. En við heyrum meir það hér rétt á eftir, en byrjum á því að kíkja aðeins á vegabréfið hennar. Vertu velkomin í þáttinn, Dísa. Takk fyrir. Þú svona drauma viðmælandi í ferðaþátt, ekki bara hefur ferðast mikið dagana, heldur ertu alltaf innan aðra ferðamenn á gistiheimiliðinu Skjaldarvík við Eyjafjörð. En hvað þetta með okkur mannfólkið? Akkur viljum við alltaf vera að ferðast? Ég veit það ekki. Við erum náttúrulega eins misjöfn og við erum mörg og það sem svona æsir þetta upp í mér held ég að sé bara svona forvitni, sko. Mér er svo rosalega gaman að sjá hvað aðrir að gera og hvernig þetta hjá hinum og kynnast nýjum kúltúr og sjá eitthvað nýtt. Það eitthvað svona, nýjungagirni. Nýjungagirni, já. Já. Og þú hefur ferðast mikið dagana og þú ferðast náttúrulega mikið bara með foreldriðinu sem barn og þú og eiginmaðurinn, þið hafi líka verið duglega að ferðast með börnin og líka án barnanna. En fyrir 2 árum síðan þá fórst að læra markþjálfan og þá urðu smá kaflaskil kannski í svona hugsunarhættiðinu lífið og ferðalög. Já, það má eiginlega segja það. Þú veist, þegar maður fyrir að læra markþjálfun þá tekur maður sér svolítið í gegn og fyrir að skoða sig aðeins og spá á hverju maður að þessu yfir höfuð og hvað maður að gera. Og mér alltaf fundist alveg svakalega gaman að ferðast og svona og það hefur verið mjög ofarlega á listanum eins og sagðir. En svo varð ég 47 ára þegar ég var að útskrifast sem markþjálfi og bróðir minn lést þegar hann var jarðaður á 50. afmælisdaginn sinn og þegar ég var 47 ára hugsaði ég allt í einu bara, oh my lord, á ég kannski bara 3 ára eftir. Og þetta bara einhvern veginn svona stakk mig og ég fór bara að hugsa þetta Hvað ætla ég að gera? Hvað á ég að gera? Og ferðalög urðu bara alltaf risastór partur af þessu og ég hugsaði bara líka, ég ætla bara að leyfa þessu að koma sem ég langar að gera og ég ætla bara að framkvæma, veist, og það einhvern veginn bara, og ég hélt bara áfram að láta drauma mína rætast, þessa ferðadrauma sem og svo sem aðra. Og þetta ár frá því einmitt að þú útskrifaðist sem markþjálfi, þá fórstu í nokkur ógleymanleg ferðalög. Þú fórst meðal annars í vespuferðin Víetnam. Segðu okkur aðeins frá henni. Já, ég gerði það. Ég var búin að bóka maður þarf alltaf að eiga nokkra flugmiða. Þú veist, Þú ert ein af þeim. Já, svona vitleysingar eins og ég. Maður ekkert í róninni að eiga allavega einn farmiða eitthvað, og hann var til þá þegar og tölum kannski hann á eftir en allavega þá fannst manninu mínu kannski þetta vera ágætt það sem að koma skildi en sagði samt en mér langaði fleiri ferðalög og ég segi en ég meina hvað væri það svona helst sem að þið ef þú mætti fara í eitt ferðalag hvað myndirðu vilja fara? Þá sagði hann eitthvað sem hann hélt að ég myndi kannski ekkert endilega vilja sjálf fara í, hann sagði ég væri til í bara eitthvað svona hjólaferðum Víetnam. Ég bara það hljóma vel, það geggjað. og náttúrulega fer maður á neti og bara fer að googla og skoða og spá og ég fann þarna einhvern dúta sem var með hjólaferðir Víetnam, vespuferðir og móthjólaferðir enda líka en það sem ég keyri ekki mótorhjól þá hugsaði ég get alveg að fara á vespu kannski og ég sendi línu á þennan mann, hann ég man ekki hvað hann hét, en gætin okkar hét Linn, sendi línu og segi getur svona kona sem hefur aldrei verið að hjóla neitt á móthjóli eða vespu, getur hún komið í svona túr með ykkur? Og hann bara, yes, we got bike for you, no problem. Og ég segi Óla þetta,
Ég er búin að finna þarna gæja og hann ætlar að fara, bara við getum farið í þessa ferð og þetta kostar ekkert svo mikið og ég er búin að finna flugmiða og alveg hérna, búin að redda þessu. Og á þessum tíma var ekkert svo hrikalega dýrt nefnilega að fara þarna. Og hérna, svo fer Óli að skoða þetta og ég sýndi honum Instagram-akkantinu svona eins og maður gerir og hann fer að skoða þetta og kemur svo til mín 2 dögum seinna eitthvað sem Dísa, allar þessar leiðir sem hann er að fara, þetta er bara einhverju moldarslóðar og eitthvað, þú ert ekki að fara að hjóla svona. Og hérna, og ég bara, djöflin, sendi aftur línu bara, heyrðu, getur aðeins útskipt fyrir mér, hérna, ég kann ekkert að hjóla, ég ætla bara að ítreka það, ertu viss að ég geti farið í svona ferð? Ég bara, ertu viss? Og hérna, það kemur tilbaka, no worries, we got road for you. Og með það pöntum við túrin og drifum okkur af stað í nóvember. Og þið voru sem sagt bara 2 þá í þessari ferð bara með guide? Já, það var skipulagt bara fyrir okkur 8 daga hjólaferð Vietnam, upp í norður Vietnam, við flugum til Hanoi og keyrum svo þarna sveitavegi og allar upp til Sapa og endum svo á Halong Bay flóa í nokkra daga í svona hugulegheitum í restina. Og hvað bar fyrir augu í þessari ferð? Það var ótrúlega margt og merkilegt og fyrir að fyrsta náttúrulega hélt maður að maður væri klikkaður og þetta yrði sitt síðasta því að umferðinarna er náttúrulega bara engu lík og þeir kalla til dæmis flautuna Happy Horn og hún er notuð til þess að vara mann við en ekki til þess að vera reiður. Já. Þannig að maður var að keyra á hjóli og það pípa svona vallega sem þeim finnst og þá þarf maður aðeins að færa sig. Já. Og það er ekkert umferðarljósin eru ekki marktæk, þú fer bara á yfir á rauðu, grænu og gulu, bara hvað sem er. Þetta er bara svona svolítið eins og á, þú verður bara að horfa bara hvernig kemst ég og svo bara drífum maður sig, hvað sem er á hjóli eða labbandi. Varstu þá ekki bara lífsrætt þarna? Jú, sjálfur sér pínu, en við vorum svo miklu töffara, við bara fórum þarna og þetta passaði nokkur alveg, þessi guide, það kom eiginlega ótrúlega mikið á óvart, hvað hann var professionala því maður vissi ekki neitt. En þeir voru mjög professionala, þetta var svona ferðamenntaður strákur sem var passað okkur alveg ægilega vel, við fengum rosa fín hjól eða vespur og við keyrðum þarna upp alls konar vegi og fjallgarða og moldarslóða og niður hálgerðar ára því það var svo blautt og sumadagana En þetta er grænasta land sem ég hef komið til og alveg óendanlega fallegt. En þetta var svona pakki sem ég keyptu, þannig að það var bara allt innifalið, þannig að þið fengu nú ekkert mikið að ráða með gistingu eða mat eða... Nei. Hvernig kom þá? Það var rosalega fyndið, af því ég er svona kannski, ég ætla ekki að segja endilega pikki, en ef ég fæ að velja, þá vel ég mér, þá finnst mér gaman að velja og mér finnst rosalega gaman að borða góða mat og fara á fína staði og svona og skemmtileg hótel og svona, en þarna fengum við engu að ráða, þannig að við biðum bara spennt eftir því hvað gerðist daginn og hann fór með okkur inn á einhverja veitingastað sem hann var bara búinn að velja og ég held við höfum spurt okkur næst í hvert einasta skipti bara jæja, nú verðum við lasin af því að þú óskar þess mjög oft að þú vildir ekki sjá inn í eldhúsið. Já. Sem var mjög oft samt bara þannig að þú sást allt sem gerðist þar og fyrir framan var stundu verið að vaska upp þar sem við lögðum hjólunum og skera kannski kjötið á bretti við hliðina. Já. Og maður var bara ógæðið. Þannig að þetta kom skemmtilega óvart Matur góður samt? Samt var maturinn alltaf góður. Alltaf hreint. Og einhver tíma þá fórum við þá var Óli orðinn svona ég ætla ekki að segja hræddur Dísu sína en hann hugsaði samt Dísa myndi nú vilja að fá eitthvað skemmtilega að borða heldur en að gefa eða láta okkur fá og hann segir við getum alveg borgað hans auka og fer með okkur á kannski einhver svona fínir staðir eitthvað svona betri og var að reyna svona í að því og þá sann ég alltaf að velja bestu staðina. Nú erum við ókei. Og þarna sátt oft krakkarnir bara inni, það var setið upp á borðum, sem sagt bara á hækjum sér upp á eitthvað sem við myndum segja var svona stofuborð, þannig satt fólk eða bara gólfinu
svona, litlu plaststólarnir eins og maður kaupir á sumrin, þú veist, fyrir börnin. Það varu stólarnir sem maður satt rosalega oft í bara að borða og þetta var allt svo ofsalega ólíkt. Já. Ægilega. En þið komist líka þið lentu í svona kannski pínu undarlegu atviki í tengslu við lögregluna. Já, það er náttúrulega ýmislegt sem kemur fyrir, sko. Við allt innu þegar við vorum að fara frá einni sýslu í aðra held ég þetta hafi verið, sko, þá sann allt innu, við þurfum að stoppa hér, þið farið í leigubíl og ég fer með hjólinn. Þannig að við náttúrulega bara trúðum og treystum honum og það var bara þannig. Þá stoppaði lögreglan alltaf hann á einhverjum stað og örugglega rukkaði eða eitthvað svoleiðis. En hann passaði upp á þetta, af því að við vorum með okkar mann í landi. En svo náttúrulega lendum við líka í einu sem ég ekkert búin að segja öllum, sko. Og ég var ekki eins og búin að segja þeirra að ég klest á. Ok. Og ég kem á hjólinu og það var einhver umferðar óhapparna og við þurftum að stoppa og við vorum alveg að fara að borða og þetta var bara degi 2 eða eitthvað. Og þá var ég ekkert orðin eitt rosa vön á vespinu, sko. Þannig að ég var að fara að beygja og snúa við og tek hóart í bensín í staðin fyrir bremsuna og bara þrusa beint í hliðina á einhverju bíl. Ægilega fínu bíl hjá einhverjum og það var náttúrulega engin lögregluköllu til eitt heldur voru farið að semja og svo var bara borgað. 1, 2, 3. Þetta var ekki flókið. Þetta var bara leist á staðnum sér svona. En nú hefurðu líka farið til Tælands. Ég meina, mikill munur á Víetnam og Tælandi? Já, mér fannst þar sem að við vorum allavega þarna, við vorum bara í sveitaþorpunum og við sváfum bara inn í, ég hef aldrei sofið á harðari dýnum og minni, svona svona skrýtnari stöðum eins og þarna í Víetnam, en þegar við vorum á Tælandi þá vorum við á aðeins öðruvísi hótelum og stöðum. Akkurat. Þetta var tvennt ólíkt og landslægið náttúrulega bara alveg rosalega ólíkt þarna sem við vorum. Þetta grænasta land sem ég séð, alveg sjúklega fallegt. Við trúði ekki að við varum að fara að keyra niður þessa fjallgarða og upp. Alveg ótrúlega fallegt. En þetta hljóma mjög vel, þessi hjólaferð, hefur greinilega verið mikið ævintýri, en þið voru varla komin heim frá Víetnam þegar þið fóruð í aðra ævintýraferð og við ætlum einmitt að heyra meir hana, ætlum að fjalla það þegar þau fóru til Kenía og hittu gíraffa og fleiri dýr, en fyrst skulum við hleypa nokkrum auglýsingum að. Þátturinn unnin í samstarfi við Budweiser Budvar, stolt tékknesku þjóðarinnar í 125 ár. Hlusta.is, hljóðbókasafnið þitt, alltaf við höndina. Og með sæl aftur, hér hjá mér situr Bryndís Óskarsdóttir, ferðaþjónustabóndi í Skjaldarvík, markþjálfi og hugmyndasmiður og hún að segja okkur frá sínum eftirminnilegustu ferðalögum. Bryndís, ég held að vera að segja okkur frá Kenía-ferðinni næst sem þið hjónin fóruð í árið 2019. Já. Hvernig kom hún til? Hún kom eiginlega bara þannig til að við sátum í held ég að veri byrjun febrúar heima og vorum að horfa á sjónvarpið og vorum að horfa á þátt sem heitir Amazing Hotels og lágum yfir þessu einu sinni sem oftar og finnst þetta skemmtileg þættir og þá kemur þetta hótel í Kenía, rétt við Nairobi sem heitir Giraffe Manor upp í þættinum og ég bara gjössalega fjall í stafi. Fannst þetta svo geggja, sko, algjörlega klikka og ég segi við Óla, ég að fara þarna og hann bara ok, einmitt, já og svo bara horfðum við á þáttinn og daginn eftir fór Dísa að googla eins og hún gerir og finn þennan hann Richard vinn minn sem fer fyrir þessu fyrirtæki sem að rekur þetta hótel ásamt fleirum og hefur samband við hann og á endanum þá gefur hann mér, býr hann til fyrir mig túr á þetta hótel ásamt 3 öðrum, ferðalag, svona safariferð Kenía. Og ég fer með það til Óla og segi, ég búin að finna þig sem að gera þetta og að fara þessar ferðir og hvernig líst þér á þetta og hann náttúrulega bara
Dísa, ætlarðu bara alltaf að keyra á þessum Jaris og hérna Já, þetta kostar náttúrulega. Já, þetta kostar þetta alveg og ég sagði bara, já, ef það er það sem þarf til og þannig að hann tók svona, í þetta svona, auðvitað langaðan, heilmikið, en var svona meira kannski að hugsa kostnaðarhliðina og svona, hvort að þetta væri rétta máli núna. Já. Og þetta var sérst í febrúar og svo hef ég sambandið hann aftur og við áttum sérst að borga inn á þetta og staðfesta þetta fyrir 16. febrúar. Og á endanum þá hérna næja snúa honum í þetta og við gerum það, borgum inn á túrin og förum sérst í janúar. Já, þess að þú pantaðir þetta með ársfyrirvara því þetta er svo vinsælt. Já, það er ekkert grín að komast þarna. Þetta er eitt, já, ég held þetta sé bara eitt flottasta eða svona merkilegasta, hvað maður á að segja, hótel í heimi. Þau eru fá alveg endalaust af verðlaunum og hérna, þannig að við höfum hérna ár næstu til þess að hlakka til og skipuleggja og spá og spöglera og þegar við komum hana út, sko, ég held ég að sjaldan upplifa sterkt svona eitthvað svona bara vá. Já. En hvað er svona geggjað við þetta hótel? Rugl. Þetta var bara algjört rugl. Það var náttúrulega, sko, þetta er náttúrulega brjálæðislega mikill lúxus og allt það, en samt allt svo fallegt og gert svo ótrúlega huggult og kósi. Þú fannst ekkit endilega fyrir því að þetta væri eitthvað fancy-pansy, sko. Þetta var alls ekkit hannig. En það var samt engi lyklar að herbergjunum. Af því að það var bara einhvers að passaði þig og þitt dót. Og við föttum ekki fyrir en daginn eftir að þá kemur, sko, sá sem var búin að þjóna okkur kvöldið og þá kemur hann til okkar daginn eftir með annan við hlið sér og segir, heyrðu, ég ætla hann bara að þakka ykkur fyrir, þessi er að fara að taka við. Já. Og þá kom bara nýr þjótt sem sá okkur. Maður pældi ekki í þessu. Og hérna, svo var það bara þannig að það var kalla á gírafanna þarna, kvöld svo mótna, komu í tea time eða svoleiðis. Þeir voru þarna bara frjálsir í garði við hliðina og þú varst svolítið eins og þú værir í búrinu og þeir voru frjálsir, skiljuru. Það var komið með þá og þú þurftir þá að halda þig þarna á einhverjum palli eða stalli, seinnipartinn þegar þeir komu. Og þá var að fara að gefa þeim og taka myndir og svona. Og svo á mótnana bara strax klukkan 6 að þá heyrði maður í döllunum með gírafanamminu, sko. Þá byrjaði þeir að hrista og ná í þá. Og við vorum í herbergi upp á efri hæð og hérna með svalir úti, þannig að við gáttum að fara út á svalirnar þegar þeir komu. Og svo náðu þeir náttúrulega þessu stórir upp, sko. Þá var maður bara að gefa þeim. Bara inn á gluggann? Bara, já, út á svölum, sko. Og hér er Dísa hérna, upp á svölum. Gefa Daisy smá. Svo fór maður niður í morgumat og þar komu þau bara inn gluggana hjá manni. Já, þannig að þetta var ótrúlega flott. Og þetta var svo flott. Ég var að spá hvort þetta með gera þetta með hrossin, sko. Já. Ég er ekki alveg vissum. Í Skjaldarvík? Já, ég er ekki alveg vissum að það myndi ganga eins vel, sko. Það myndi kannski vera örlítið ágengari. En þetta var algjört ævintýri. Já. Og þið fóruð þarna á milli fleiri gististaða og sáu náttúrulega fleiri dýr í Kenía heldur en bara þessi gírafa? Já. Það var reyndar, já, alveg svakalega skemmtilegt, sko. Svo flugum við á milli staða, fórum á 3 aðra svona staði, stundum gistum við í tjöldum, og hérna, stundum í bara einhverjum svona litlum húsum. Það voru allt staðir sem voru kannski bara með 6 eða upp í 12 kannski herbergi eða hús. Já. Og við, fórum bara, ég hef aldrei trúað því að við myndum vera með ljónin bara hér og fílana bara labbandi á bakvið og mikið nálægt. Alveg svakalega, sko. Það var ótrúlegt. Ég keypti mér, sko, svona 40 sinnum súmmyndavél áður en ég fór út af því ég held ég yrði svona David Attenborough. En það var meira við þyrftum gleðilinsu, sko. Já, ok. Og varst ekki hrædd? Þú veist, þetta er náttúrulega hættuleg dýr. Nei, ég var ekki hrædd. Mér fannst, sko, eina nóttina eða kvöldið þegar maður fara að sofa á einu staðnum og ég heyrði bara svona einhvern veginn fyrir utan og ég segi við Óla bara, hérna, hvaða hljóð er þetta? Þetta er ljón, Dísa, sem er bara hérna, þú veist, við erum að tala, það var bara utan við gluggan og glugginn var bara gler, eða svo heill veggur á húsinu og svo einn morguninn á öðrum stað þegar við vöknum þá var ekkert vatn á og
tjaldin okkar og hérna við komumst að því sem seinniparti en þá hafi fíll verið að hérna grafa upp vatnslögnina fyrir utan bara. Já. Og það voru alltaf bara hérna verðir fyrir utan húsin. Vorum aldrei með lykla, það var alltaf bara einhverju verðir sem voru fyrir utan alla nóttina. Máttir ekki labba neitt eftir myrkur sjálfur, fórst allt í fylgd og svona. En maður upplýði aldrei neitt sko að maður væri eitthvað hérna, hvað segja, óöruggur en eitt svoleiðis. En það varst svolítið þú sem varst sko í búrinu. Já, ég skilji. Og það var gott, meinandi að maður vill að dýra sig frjáls. Já, akkurat. Já. Segðu okkur aftur nafnið á þessu hóteli ef einhver, ef þetta geti kitlað einhver. Já, við vorum fyrstu Íslendingarnir sem komum þarna og ég veit ekki hvort það er einhver aðrir Íslendingar. Við fengum rosaflott herbergi og flottasta borðið alltaf á mótnana og svona. Og hérna, það heitir Giraffe Manor. Og þetta fyrirtæki sem fer þessa túra heitir Safari Collection og er bara æði, allt æði. Hljóma vel og ég veit að þú ætlar að fara aftur til Kenía, það er á óskalistanum. En ok, þið farið til Víetnam, þið farið til Kenía og þið fóru líka til Grænlands á þessu ári. Já. Í siglingu til Grænlands. Já. Það gerðist svolítið svona þegar ég var búin að opna. Ég bara hugsaði ég ætla bara að gera allt sem að kemur til mín og stundum það er ekki nóg að maður hérna, hugsa eitthvað heldur þarf maður líka svolítið að láta strá fræjum sko. Og það kemur til mín í Skjaldarvík koma hérna Hörður og Sigga frá Norðursiglingu með bæklinga og ég fer eitthvað að gaspra og spyr hvort þau vanti ekki alltaf kokka og hvort þau sé ennþá að fara þarna á hérna Scoresby og til Grænlands og hérna til að gera langa sögu stutta, þá endaði þannig að við fórum, ég eldaði í einum túr og Óli hjálpaði til við siglingarnar og hérna við sigldum þarna upp frá Scoresby og upp allan King Oscar fjörð og vikulanga siglingu á Grænlandi og það var ógleymanlegt. Hvernig þá? Þetta var bara stórkostlegt. Að vera bara á skútu, pínulítilli, vorum á Hildi, að vera bara á skútu og við vorum ein í heiminum, við hittum, það var annað skip með okkur, Opal var líka, það var verið að gera, framkoma ákveði verkefni sem var mjög merkilegt líka, sko, ég held ég ekki tíma að fara í það. Og vera bara einnarna siglandi innan ísjaka í þessari stórbrotnu náttúru, sko. Þetta var ótrúlegt. Ekkert netsamband, ekki neitt. Eina netsambandi var þegar maður fór út í fremst í skipinu og lagðist í neti. Það var netsambandið. Sem maður komst næst. Þetta var stórkostlegt. Hljóma vel. Já. En ég veit, þú hefur líka verið mjög duglega að fara erlendis til þess að mennta þig meira. Þú hefur sótt nokkur matreiðslunámskeið. Já, ef að ég kemst inn í eldhús einhvers staðar, þá fer ég. Það er eiginlega alltaf þannig. Ef ég er einhvers staðar að þvælast, þá ger ég það. En svona stærsta námskeið sem ég fór og það var til Ítalíu og fór ég man ekki hvenær þetta var, 2016 eitthvað leys og var í heila viku í Toskana og með alveg sjúkla flottum kokki að elda í heila viku. Það var geggjað, sko. Lærið þér mikið af því? Já, og svo ég farið til Thailands og ég nota tækifæri, skulum við segja, þegar ég fer svona og reyna að læra eitthvað meira. En ég vissum það að áhorfundur spyrja sig, ok, vá, hún er bara alltaf eitthvað að ferðast. Ég meina, hvernig fer hún að því? Ok, þú átt Yaris. En þetta er samt svolítið triks að skipuleggja sig þannig að maður hafi efna á sig. Hver eru þín triks? Við til dæmis ferðumst bara með handfarangur. Alltaf? Já, nánast alltaf. Í alvöru? Já, þannig að við förum bara getum keypt ódýrasta miðan og svo reynum við bara að vera sniðug, sko, að horfa, að því að við líka getum ferðast á veturnar, við erum náttúrulega í okkar business á sumrin, þannig að þá er oft hægt að finna og skiptir ekki alltaf máli, við ekki bara einhverja 2 vikur þarna eða eitthvað, þannig að við getum svolítið bara stjórna því hvenær við förum og reynum að fara þá á ódýrum tíma og svoleiðis. En svo er þetta bara forgangsröðun, í lífinu. Hvernig ætlarðu að
í hvað ætlar að eyða? Ætlar að kaupa nýjan sófa eða nýjan bíl eða ætlar að kannski bara að ferðast, sko. Þú veist, það tekur enginn að þér minningarnar. Það er nú svolítið þannig, sko. Já. Og hérna, þú átt gríðarlega margar minningar þegar Óli fóru að ferðast, fóru saman í eitthvað fyrsta ferðalag 17 ára gömul, erlendis. Já. Og hérna, þú duglega að taka myndir líka. Er þetta myndirnar og svona, tekur þetta fram og ylja minningarnar? Já. Og svo er Facebook svo skemmtileg núna, sko, að hérna, hún minnir mann á líka. Það kemur næstu hverjum einasta degi, þarna varstu fyrir svona mörgum árum, þarna varstu fyrir svona mörgum árum. Og svo við nota þetta Snapchat til þess að eiga dagana eins og dagbækur. Það er líka rosalega skemmtilegt að eiga myndbrot af heilum degi þarna og þarna, sko. Og svo skemmtilegt. Þannig að það gerir það svo sannarlega, sko. Og svo er það fyrst með tilhlökkunni líka, þegar þú ert að fara, þegar þú átt miðan. Þú veist, þá er að einhverja stefna, sko. Þannig að það er líka stór partur að þess að undirbúa sig. Já. En hvernig líður þið þá núna? Á þessum tímum, þessum skrýtnu tímum? Hérna. Ég er svo nýkomin heim, sko. Já, þannig ég fer... Já, þú varst í Kaupmannahöfn, það ekki? Jú, en svo voru við á Grænhöfðaeyjum, hérna bara kom heim 15. mars. Já, áður en allt lokaði, sko. Þannig að maður svona, við erum ekkert alveg, hérna, úti. Nei, við förum fljótt aftur. Já, eitthvað. Já. Erum alveg róleg. Ferðalögin, þau gefa lífinu lit. Aldeilis. Takk kærlega fyrir komuna í þáttinn, Dísa. Það var virkilega gaman að fá þig hingað og heyra öll þín ferðalög og fara með þér í huganum til Víetnam og Kenya og Grænlands. Takk kærlega fyrir áhorfið og hafið þið sem allra best. Þátturinn er unnin í samstarfi við Budweiser Budvar, stolt tékknesku þjóðarinnar í 125 ár. Hlusta.is, hljóðbókasafnið þitt, alltaf við höndina.